Ég kem sem sagt bara úr veitingageiranum og heilsugeiranum. Ég var á veitingastöðum í 15 ár og fór svo að hætti mér í sem sagt bara fitness og einkaþjálfun. Var í því viðlóðandi í 5 ár og heillaðist af þeim lífstíl og því sem honum fylgir. Það ástæðan fyrir að Ginger er til í dag, því að ég svona tók þá áskorun að fara að hanna og þróa mat sem var sko orkuríkur, hollur og góður. Og það var svona mitt drive, mitt inspiration sko. Þetta var svona áskorun hvað ég geti gert fyrir mig til að viðhalda þessu lífstíl og haft gaman sko. Það verður að vera gaman og gott að borða sko. Ekki bara líða vel að sko. Og það var Ginger. Í dag. Fyrir þá sem vilja vera meðvitaðir, þá erum við með þetta svona lista hér og litakóði í leiðinni. Þetta er ekki spurning 10 kaloríur hér pluss mínus, þetta er meira spurning sko, svona heildarmynd. Og þá ákváðum við að setja upp okkar línu, til dæmis setjum við græna, það sem er ábendingu 200–400 kaloríur. Og þá erum við meðal annars millimál. Þennan græna safa, ferskur, epli og engifersafi sem við pressum nánast daglega. Og í einni svona flösku er næstu 1,5–2 græn epli og dassa fersku og engifer og ekkert annað sko. Guli liturinn, þá erum við komin í 400–500 hitaeiningar og þá erum við komin í töluvert fleiri rétti. Þá erum við komin í svona breiðara línu, sweet chili réttur og kjúklingum í sætum kartöflum. Flestir okkar réttir eru með sætum kartöflum, ristuðum sætum kartöflum. Svona óbúðslega vinsælt meðlæti með kjúkling sem við erum með, við erum með steikakjöt og við erum með grísakjöt. Appelsínuguli, það er orkumestu réttirnir og fyrir þá sem vilja borða bara vel í hádeginu eða bara lóta vel bæði í hádeginu og kvöldin og þar erum við að fara upp í 500–700 hitaeiningar.